og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í þessu myndbandi ætlum við að nýta Sonker-flugu sem er fyrsta Sonker-flugan sem við nýtum. Þannig komst aldrei í það síðasta vetur. En þetta sem sé einn af mínum uppáhalds Sonkerum sem ég nota mikið sjálfur við veiðar og hefur reynst mér ágætlega. Og þetta svona það sem verið kallað baitfish Sonker. En baitfish eru bara litirnir sem við erum að tala um. En baitfish Sonker lítur svona út. Og getur gefið greiðlega vel þegar svo ber undir. Við erum að nota sem sé í tvinna, við erum að nota Semperfli Nanosilk 50 denier og krókunum sem við erum að nota í þetta er Arex NS 118 Classic Streamer númer 6. Ég geti líka nota númer 8 ef við viljið, eða í rauninni bara hvaða stærð sem við viljið. Við byrjum á að sem sé festa stél á þessa flugu og við erum með Marabou 4 í það og við erum með ströng Marabou sem verður þá einhvern veginn þessi lengd af stéli og ströngin er þau fer nú með vídeo með það eitthvað staðar þar sem við fer yfir Marabou 4-nar en ströngin er sem sé að öðrum stað á fuglunum heldur en plúmin er miklu lengri fjaðrir. Það gengur alveg að nota plúmi í þessa flugu líka. Ég kýs að nota þetta bara svona. Og svo erum við þetta niður, svona. Og svo klippum við þetta í burtu. Og það sem þessi fluga er með skull head. Þá verðum við að passa okkur á einu, það er að skiljettin og plássina framan, það er rosalega mikilvægt. Við verðum með pláss fyrir sköllin. Og það snirta þetta aðeins til. Það er til fluga sem heitir Villingur, þetta er Ragnar Inga Danner. Raggi er mikill nýtari og Villingurinn er svipuðum litum á þetta. Í vænginn á flugunni þá erum við að nota sem sé ólífugrænan Sonker kanninu og þið sjáu hvernig er aftan. Þá mælum við út, sérlega kemur þetta ofan á og mælum út þannig að endin sé cirka eins og endin á stélinu. Svo leggjum við þetta niður og finnum bil til þess að taka þetta. Ég kýs nú að nota nál bara í þetta. Ég geti nota dubbingnál eða hvaða nál sem er í rauninni. Og svo bleytum við puttan aðeins til þess að taka þetta frá. Þá erum við komin með stað til þess að festa þetta niður og við tökum svona frekar lausa vafninga fyrst. Það má ekki hafa ofharða, þá getur við skorið hennilega. Það minnist mismunandi eftir Sonker-vagnum en það er hægt að skera hann í sundur og við viljum það ekki. En við tökum eins og við segjum alveg 5-6 og þéttari vafninga yfir þetta. Og nú kemur Semperfli tvinnin sterkur inn. Þetta er ótrúlega skemmtilegu tvinni. Hann er alveg rosalega sem sé sterkur, þetta taka mjög vel á honum. Svo tökum við vænginn og setjum hann aftur í klemmu bara. Svona, geymum hann Næst kemur í þessa flugu búkurinn á henni. Ég er nú að nota bara æstöp, hvít æstöp. Getur nota hvaða æstöp sem er í þetta. Það eru til frá hinum að þessum fyrirtækjum. Og æstöpið má vera, sem sé
að zooma þetta aðeins út. Þannig sjáum döppið. Þetta bara einföld döpp aðferð, við snúum þetta á þráðinn. Og það betra með döppið, það að byrja frekar smátt og bæta svo í það frekar heldur en að lendi í einhverjum ógöngum með því að hafa sett mikið á þráðinn og þurfa að fara að taka af því. Og eins og við tölum áðan, það þarf að skilja eftir pláss hérna fyrir skegg og fleira. Ég taki eftir því, ég er ekki í þessari flugu og í mínum, eða mörgum songurum sem ég nýti er ég ekki að festa vænginn niður nema bara á 2 stöðum. Það er að segja hérna aftan og svo hérna að framan. Og við erum að fara að nota sköll í þetta sem er svona rautt sköll. Ég voru að sýna ykkur að þetta nálinni. Þetta er sem sé rautt svona sköll sem við setjum hérna á eftir. Og það er ágætt áður við förum að líma og lakka eitthvað, það er að máta sköllið upp á hérna til þess að vera örugg með það sé pláss fyrir það. En þetta sköll hérna er með brenndum augum, þannig að þú ætti ekki að líma þau í sjálfur sem er bara gargandi snilld. Þetta fékk ég hjá honum hérna Jóni Viðari, vini mínum. Hann er sjátátt á Jón fyrir þetta. En Jón hérna er með litla verslun í bílskútum hjá sér í Garðabænum. Svo við hérna auglýsum aðra heldur en það sem við auglýsum venjulega. Nú er komið tíma að skella á fluguna hérna skegginu. Við getum nota rauðan hana eða einhverja rauðafjöður og við látum þetta ná svona fram að öngul oddinum á önglinum. Svo bindum við þetta hérna niður. Rétt þetta af, það er hægt að nota hanafjöður í þetta eða í rauninni marabú þess vegna. Þetta er aðalega bara að beitfisklitirnir séu þeir sem eru náttúrulega ólöfu grænt og hvít í búkinn og svo þessi og svo rautt í tálknin eða skeggið. Snúum aftur við hérna. Það er hægt að nýta þetta með sem sé að setja vír hérna yfir. Ég hef ekki verið að gera það, en ef þið vilja að flugan sem endist alveg von og viti og lengur, þá er vírinn náttúrulega klálega málið. Nú þurfum við að mæla út hérna hvar við setjum nálina í þetta. Við erum með nálina hérna í þetta svona. Og við erum að passa okkur að skilja eftir plássur í hausinn. Og svo þegar við byrjum að festa þetta, þá verðum við að festa þetta byrja hérna og vera með tvinnar hérna fyrir aftan, ekki og framalega. Og sjáum við hvernig þetta kemur út, þá eigum við þessa rauf hérna. Við fyrir að zooma hérna aðeins nær, þannig að sjáum við hérna. Þá fer tvinnin hérna yfir þetta svona. Svo réttum við bara vænginn af. Og það er sama með þetta og svo þegar við bundum skottið og hérna songrvænginn áðan. Það má ekki gera fast til þess að byrja með. Nú erum við búin að leggja þetta niður og til þessu. Þá klippum við þetta í burtu. Svo snirtum við þetta hérna, þetta fyrir burtu líka sjáum við svona. Og nú neglum við þessu hérna á varanlega og þá er óhægt að taka aðeins á þessu. Notum það aftur. Séum við hérna, ok, þetta er flott. Þá er bara komið tíma að gera hnút. Og þetta er þessi tvinni frá Semperfli, þetta er flatur tvinni, þetta er rosalega skemmtilegt að vinna með þetta.
og ég bara skora og bara fara niður í flugubúl og kaupa ykkur svona tvinna, prófa að nýta með þessu vegna þess að 50 tvenni tvinnin, ég slíti það ekkert svo glatt með puttan. Þetta er ótrúlega sterkt og skemmtilegt efni og það var búið að segja við mig að þetta væri á byltingakent og ég er svona, já, getur vel verið. En þetta er í rauninni, já, kom mér hérna gamla Uni aðdáðandanum á óvart. Þá skellum við Superglue, eða ég er með sapagap hérna á þetta. Varðilega þá fari hérna smá svona klessa á það. Þetta er það sem heldur halda skálinu. Svo kemur skálið hérna á. Þá tökum við vanginn hérna aftur á bak. Skálið hérna á og þrýstum því alveg þéttingsfast aftur á bak. Svona. Svo að lokum þá þurfum við að setja tvinna hérna fyrir framan skálinn. Hérna. Þannig að það renni ekkert til og komið veg fyrir að það geti runnið fram af. Og það fer svona, já, hvað að segja, þá getis bunki að tvinna í þetta. Sumir vilja hafa öðruvísi lit á tvinnan þetta framan. Það er að tala um einhvern appelsínugulaðan eða eitthvað. Það er bara, ég veit ekki hvort það skipti höfuðmáli, það er bara aðalega að sé tvinnið þetta til þess að stoppa af það að þetta renni fram af. Núna því að þetta hallar svona aftur á bak, ég hallar fram þá til þess að gera hnútin á þetta, þannig að hann húrir nú ekki fram að hérna, þá skellum við okkur í svona einni viðbót. Svona. Þá er flugan bara klár. Það var eina sem við myndum að gera, það er að bregða á þetta hérna smá Solaris Bone Dry, það er nú skemmtilegt efni til að laka flugur. Þetta er UV-efni. Bone Dry eða Bone Cure, þetta er mjög skemmtilegt og mjög gott efni. Þetta er ekki, límist ekkert við þetta. Og er ekki svona tacky eða stíft eftir á. Það er bara frista þetta með ljósinu, sapa þetta með ljósinu. Þannig að ég bara þakka ykkur kærlega sem horfðu á og því hérna við endilega gera þetta áskrifendur á ráðsynni, deila vídeón og setja like á það og þangað til næst þá bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.